Við byrjum með bæn. Nafni Guðs föður og sonar og heilags anda. Amen. Almáttugir Guð, þú sem reistir upp son þinn frá dauðum og opnar oss leið til eilífs lífs, hjálpa oss að treysta þér af heilu hjarta, að enginn fái tekið hið eilífa líf frá oss, því þú geymir oss örugg í náð þinni aldur og ævi. Fyrir son þinn Jesú Krist drottinn vorn, sem með þér á heilugum anda lifir og ríkir, einn sannur Guð aldir alda. Amen. Við lesum textana fyrir 16. sunnudag eftir þrenningarhátíð og fyrsti textinn, fyrsti ritningalesturinn, hann úr Jóbs bók, úr kafla 5, það vers 8-11 sem við sjáum þarna á skjánum. En áður en við lesum þennan texta þá ætla ég að segja aðeins frá Jóbs bók og hvernig hún og hver eru kringumstæður textans. Í upphafi bókarinnar, þar rammi bókarinnar gefinn og Jób kynntur til sögunnar, hann einstaklega auðugur maður, hann á bæði stóra fjölskyldu, hann á miklar eignir og hann að mörgu leyti meiri öllum öðrum í kringum sig. Og hann líka guðhræddur og gerir allt sem hann getur, hann gerir allt rétt. Og annars börnin sín og annars fólki í kringum sig og maður segja, hann því fullkomin öllu leyti. Síðan gerist það að óvinurinn Satan ræðst á hann og það með leyfi Guðs og hann eyðileggur eiginlega allt það sem Jób á og það sem til honum. Hluti af búskapnum hans verður fyrir árás ræningja sem einnig ráðast á og drepa starfsfólkið. Hluti af búskapnum verður fyrir eldingum og ferst í bruna með starfsfólkinu. Síðan kemur fellibylur og grandar húsinu þar sem börn Jóbs eru samankomin til veisluhalda og að lokum þá snýst þetta að Jób sjálfum, hann veikist og fær einhvers konar kýlapest og liggur þarna í öskunni og skefur kýlinn með brotinni skál. Allt tekið frá honum og lífið hans orðin bara eymd. En Jób hann á nokkra vini sem koma til hans í eymdinni og reyna sitt besta við að hugga hann og hughreysta hann. Þeir eru Elífas, Bildad, Sófar og Elíhú og svo síðasti Elíhú, hann kemur nú ekki til söguna fyrir í kafla 32. Og það alveg augljóst að það vantar ekki kærleika þessara manna til vina þeirra. Þeir rífa klæði sín, þeir gráta með honum, þeir sitja með honum fyrst án þess að segja nokkuð og eru þarna bara í heila viku og því þeir sjá það hvað kvöl hans mikil og hvað eymdin hræðileg sem hefur dunið á Jób. En að lokum eftir allan tíma þá byrjar Jób að tala og hann tala við þá og hann bölvar deginum þegar hann fæddist. Og þessir vinir þeir reyna þá að tala við hann og koma með orð til hughreysingar. En það þegar þetta gerist, þegar opna munnin, þá versnar hjálpin. Mestur hluti bókarinnar þetta orðaskipti milli Jób og vina hans og þeir skiptast á að halda svona stuttaræðu og við lesum þá ræðu eins vinars og svo svar Jóbs og síðan þetta svona fram og tilbaka. Vinirnir þeir reyna að sannfæra Jób það að allt það sem hefur komið fyrir hann að einhverju leyti refsing Guðs vegna einhverja synda sem hann hefur gert. Og þeir hvetja hann þá til þess að beygja sig fyrir Guði og játa afbrotin sem hann nú þá sætir refsingu fyrir. Jób sjálfur, hann hafnar þessu. Hann hafnar öllum átölum vina sinna og krefst þess að hann sé réttlátur fram fyrir Guði. Hann ásakar jafnvel Guð það að hann sé óréttlátur. Og það auðvelt að lesa í gegnum þessa bók og koma síðan að þeirri niðurstöðu að Jób hljóti að vera svakalega hreykinn og sjálfumglaður og að hann ætti virkilega að hlusta á þessa vini sína sem reyna að koma viti fyrir hann. Og ég man eftir því ég las þessa bók í fyrsta sinn. Það var á sæludögum í Vatnaskógi, þá ákvað ég að lesa alla bókina og fasta og lesa þessa bók. Og ég man hvernig ég hugsaði það að Jób hann ætti að hlusta á vini sína og gegnum alla bókina hugsaði þetta að síðan kemur endurinn og þá kemur endurinn manni svolítið óvart
Því þá talar Guð sjálfur. Og það sem Guð segir í fyrsta lagi það að hann átalar Job. Job þykist vita allt, en hann þekkir ekki leyndardóma Guðs. Hann veit ekki allt sem hefur gerst. Hann veit ekki ástæðu þess að allt þetta lendir á honum. Það svo margt sem utan þekkingar hans, svo margt sem utan valds Jobs. Ekki var það Job sem skapaði heiminn, ekki var það Job sem festi stjörnurnar á himinn, ekki var það Job sem veldur gangi tímans. Það Job þarf ekki meira en að líta í kringum sig til að sjá allt mögulegt. Það allt mögulegt sem hann hefur ekkert vald yfir. Og þegar Guð bendir honum þetta, þá játar Job það að hann hefur talað hluti sem hann bara þekkir ekki. En svo kemur það sem að breytir öllu, því að Guð snýr sér svo að vinum Jobs og átalar þá fyrir það að hafa talað rangt Guð, ólíkt því sem Job hefur gert. Og það kemur þá upp að þjáning Jobs, það stafar ekki af syndum hans, né heldur stafar það af óréttlæti Guðs. Eins og framkemur í upphafi bókarinnar, þá allt önnur ástæða fyrir því. Þess vegna höfðu vinir Jobs rangt fyrir sér. Og af þessari ástæðu þá varasamt að nota orð vina Jobs án þess að þessu töluð í réttu samhengi. Ritningalesturinn hérna, hann kemur nefnilega úr fyrstu átölu Elífasar. Þannig að þetta eru orð Elífasar sem talar rangt Guð þegar við lesum þessu orð. Og þetta ritningalestur sunnudagsins. Þá lesum við það sem stendur hérna úr 5. kafla, vers 8-11. En ég myndi snúa mér til hins almáttuga og bera málefni mitt upp fyrir Guði, honum sem gerir mikla hluti og órasanganlega, dásemdar verk sem eigi verða talin, sem gefur regn á jörðina og sendir vatn yfir vellina, til þess að hefja henni lítilli mótlegu háttu og til þess að henni sorgbitnu öðlist mikla sælu. Nú ef þessi ritningalestur tekin úr samhengi sínu og einangraður, þá þessi orð augljóslega sönn og mikið af því sem stendur hérna kemur líka fram annars staðar í Biblíunni. En samt sem áður, fyrir þessar ástæður, þá textinn óheppilegur sem ritningalestur í guðþjónustunni. Og punkturinn sem við ætlum að halda í, og ætlum að halda í eitthvað, þá það náttúrulega það að það rétt að snúa sér í bæn til hins almáttuga og bera öll málefni sín fram fyrir hann. Sérstaklega í ljósi þess sem að Guð segir við Job að hann sé að skapa alheimsins og að það hann sem heldur við gangi tímans. Það hann sem að lætur allt gerast. Bænin ekki megnug í sjálfri sér, alveg einangrað frá umheiminum, heldur bænin megnug vegna þess að það beint til Guðs sem almáttugur og getur svarað. Og það einmitt þetta sem að Elífas bendir á í þessum orðum hérna. Hann gerir mikla hluti og órasanganlega, dásemdarverk sem eigi verða talin. Og þetta í rauninni bara fyrsta boðorðið í hnotskurð. Þú skalt eigi aðra guði hafa, og eins og Lúther lýsir þessu í fræðunum, hvað það? Svar, við eigum umfram allt að óttast Guð og elska og honum að treysta. Það það sem að við ætlum að taka áfram úr þessum ritningalestri. Við höldum svo áfram í seinni ritningalestur sunnudagsins sem úr Filippíbréfinu í 1. kafla og það vers 20-26. Þetta sem sagt bréf Páls til Filippimanna. Söfnuðurinn í Filippi, hann var stofnaður í Postulasögunni, kafla 16, og það gerist eftir stutt stopp sem Páll og Sílas hafa þarna í borginni. Eftir það þá verður til söfnuður og þessi söfnuður hefur augljóslega litið á það sem sitt sérstaklega hlutverk að fylgjast með Páli og styrkja hann og veita honum þá hjálp sem þeir gátu. Og nú skrifar Páll úr fangelsi, vel meðvitaður það að þessi fangelsisvist getur orðið til dauða fyrir hann, eða kannski sleppar hann út og getur verið með söfnum aðeins lengur. Og Páll augljóslega þreyttur á að vera stöðugt fangelsaður og stöðugt sleginn, en hann þraukar af kærleika til bræðra sína og af kærleika til systra sína í Kristi.
Skulum lesa þessi vers 20 til 26. Það er einlæg löngun mín og von, að ég í engum megi verða til skammar, heldur að Kristur megi í allra augum, nú eins og ávallt, veggsamlegur verða í mér, hvort sem það verður með lífi mínu eða dauða. Því að lífið er mér Kristur og dauðinn ávinningur. En eigi ég áfram að lifa á jörðinni, þá verður meiri árangur af starfi mínu, veit ég eigi hvort ég á heldur að kjósa. Ég á úr tvennu vöndu að ráða, mig langar til að fara héðan og vera með Kristi, því að það væri miklu betra. En yðar vegna er það nauðsynlegra að ég haldi áfram að lifa hér á jörðu. Og í trausti þess veit ég að ég mun lifa og halda áfram að vera hjá yður öllum, yður til framfara og gleði í trúnni. Þegar ég kem aftur til yðar, getið þér vegna mín enn framar hrósað yður í Kristi Jesú. Það er þetta sem kemur fram hérna í versi 21, að lífið er mér Kristur og dauðinn ávinningur, sem er svo sérstakt atriði í þessum texta. Páll notar sem sagt orðið ávinningur dauðan, að dauðinn sé ávinningur. Hugsið ykkur þetta. Ég held að mörguleyti er þetta algjörlega óþekkt hugsun í okkar heimi. Dauðinn er óvinur okkar. Dauðinn er ekki eitthvað sem við viljum, enginn vill deyja. Það er alls ekki neinn ávinningur. Það er eitthvað sem er bara sérstaklega rangt við það að við þurfum að deyja. Við óttumst dauðann frá því við erum lítil og þar til við erum gömul. Það er ekki þannig sem Guð skapaði okkur. Við óttum aldrei að deyja. En þetta er bölvun skilningstrésins, skilningstrés góðs og ills. Eins og Guð sagði við Adam, á þeim degi sem þú étur af trénu munt þú sannarlega deyja. Að sjálfsögðu eru til sumir sem líta á dauðann sem einhvers konar lausn á þjáningu í þessum heimi. En það er ekki það sem Páll á við þegar hann kallar dauðann ávinning. Dauðinn er ávinningur vegna þess að Kristur hefur sigrast á dauðanum og gert hann að leið til lífsins. Þess vegna hefur Biblían líka gefið dauðanum ný nöfn eftir að Kristur sigraðist á dauðanum. Nöfn eins og það að sofa. Svo heyrum við í Markúsar Guðspjalli, kafla 5:39. Því sá sem sefur, hann mun vakna. Eða nafn eins og það að safnast til feðra sinna. Finnum það í Gamla testamentinu á fleiri stöðum. Því að þegar maður safnast til feðrana, þar er endurfundur þeirra sem deyja í Kristi. Nú bæði hér og fleira þá er tala um það að fara í friði og vera hjá Kristi. Eða eins og við heyrum hérna ræninginn á krossinu, Jesús segir við hann, í dag mun þú vera með mér í paradís, að vera með Jesú í paradís. Í Jóhannesar Guðspjalli heyrum við það að stíga frá dauðanum til lífsins, að deyja er að ganga frá dauðanum til lífsins, hugsaðu ykkur það. Eða eins og Símeon sagði í Lúkasar Guðspjalli 2. kafla, þá talar dauðann eins og það að fara héðan í friði. Dauðinn er ávinningur einungis vegna þess að Kristur hefur sigrast á dauðanum. Dauðinn er ávinningur fyrir þann sem deyr í Kristi, augljóslega ekki fyrir aðra, heldur fyrir þann sem er í Kristi, því fyrir honum er dauðinn leiðin til lífsins. Fyrir honum er dauðinn það að stíga frá dauðanum til lífsins. Og þetta mun koma aftur þegar við komum að Guðspjalli dagsins, sem er einmitt úr Jóhannesar Guðspjalli, kafla 11, og Guðspjall dagsins eru vers 32 til 45. Og við byrjum bara á því að lesa versin. María kom þangað sem Jesús var, og hún sá hann, féll hún honum til fóta og sagði við hann, Herra, ef þú hefði verið hér, væri bróðir minn ekki dáinn. Þegar Jesús sá hana gráta og gyðingana gráta, sem með henni komu, komst hann við í anda og var hrærður mjög og sagði, hvar hafið þér lagt hann? Þeir sögðu, Herra, kom þú og sjá. Þá grét Jesús. Gyðingar sögðu, sjá hversu hann hefur elskað hann. En nokkrir þeirra sögðu, gat ekki sá maður sem opnaði augu hins blinda einnig varna því að þessi maður dæi.
Jesús varð aftur hrærður mjög og fór til grafarinnar. Hún var hellir og steinn fyrir. Jesús segir, takið steininn frá. Marta, systir hins dána, segir við hann, Herra, það er komið nálykt á honum. Það er komið á 4. dag. Jesús segir við hana, sagði þér ekki, ef þú trúir, muntu sjá dýrð Guðs. Nú var steinninn tekinn frá, en Jesús hóf upp augu sín og mælti, Faðir, ég þakka þér að þú hefur bænheyrt mig. Ég vissi að sönnu að þú heyrir mig ávallt, en ég sagði þetta vegna mannfjöldans sem stendur hér umhverfis til þess að þeir trúi að þú hafi sent mig. Að svo mæltu hrópaði hann með hárri röddu, Lasarus kom út. Hinn dáni kom út vafinn líkblæjum á fótum og höndum og með sveitadók bundinn andlitið. Jesús segir við þá, leysið hann og látið hann fara. Margir gyðingar sem komnir voru til Maríus og sáu það sem Jesús gerði, tóku nú að trúa á hann. Þannig hljómar hið heilaga Guðspjall. Þetta er svona hluti sögunar það þegar Jesús reisir upp Lasarus frá dauðum 4 dögum eftir að hann dó. Og við heyrum hérna í upphafi Guðspjallsins þar sem komið við sögu að Jesús er kominn af gröfinni þar sem Lasarus var greftræður. Og eitt af því fyrsta sem við tökum eftir það er þessi sorg sem er í kringum dauða Lasarusar. Það voru komin gyðingar þarna sem voru komin til þess að syrgja með Mörtu og Maríu, systrum Lasarusar, og Jesús sjálfur grét yfir dauða Lasarusar. Jesús vann góðverk með þessu. Hann vann Lasarus góðverk með því að gráta yfir honum, því að þannig sýndi hann honum kærleika sinn, og gyðingarnir taka einmitt sérstaklega eftir þessu og segja eins og þið sjáið í versi 36, sjá hversu hann hefur elskað hann. Þannig að það að gráta og syrgja yfir einhverjum sem er dáinn, það er góðverk gert til hins látna. Sem við sjáum hér bæði meðal gyðinga og hjá Jesú. En síðan kemur þessi spurning, hún er bæði þarna í versi 32, sem ekki sem spurning beint, heldur sem staðhæfing. Herra, ef þú hefur verið hér, væri bróðir minn ekki dáinn. En síðan segja gyðingar í versi 37, gat ekki sá maður sem opnaði augu hins blinda, einnig varna því að þessi maður dæi. Jú, Jesús gat varna því. Eins og þeir benda á, þá er líka þetta kraftaverk, að hann opnaði augu hérna blindu, sem að einhverju leyti var dauð augu sem að opniðust. Hann gat líka varna því að þessi maður myndi deyja. Og eins og þeir líta á þetta frá þeirra sjónarmiði, þá er eins og Jesús hafi ekki fylgst með, hann vissi ekki hvað er að gerast, hann var ekki nógu snöggur. Það var, Jesús hafði ekki brugðist við eins og hann hefði átt að gera. Það er hugsunin hérna. En ef við hefum lesið kaflan allan, þá hefum við komist að því að Jesús gerði þetta mjög viljandi. Og við skulum lesa fyrstu 11 versin til þess að fá þetta samhengi líka. Við förum í byrjun kaflans og lesum vers 1-11. Það hljómar svona. Maður sá var sjúkur Lasarus hét frá Betaníu, þorpi Maríu og Mörtu, systur hennar. En María var sú sem smurði drottins smyrslum og þerraði fætur hans með hári sínu. Bróðir hennar Lasarus var sjúkur. Nú gjörðu systurnar Jesú orðsending, Herra, sá sem þú elskar er sjúkur. Þegar hann heyrði það, mælti hann, þessi sóttir ekki banvæn, heldur Guð til dýrðar að sonur Guðs veggsamist hennar vegna. Jesús elskaði þau Mörtu og systur hennar og Lasarus. Þegar hann frétti að hann væri veikur, var hann samt kyrrt á sama stað í 2 daga. Að þeim liðnum sagði hann við lærisveina, förum aftur til Júdeu. Lærisveinarnir sögðu við hann, Rabbi, nýlega voru gyðingar að því komnir að grýta þig og þú ætlar að fara þangað aftur. Jesús svaraði, eru ekki stundir dagsins 12, sá sem gengur að degi hrasar ekki, því hann sé ljós þessa heims. En sá sem gengur að nóttu hrasar, því hann hefur ekki ljósið í sér. Þetta mælti hann og síðan sagði hann við þá, Lasarus, vinur vor, er sofnaður, en nú fer ég að vekja hann. Takið þið eftir þessu orði sem er notað.
Lasarus vinur vor sofnaður. Aftur þessi 9 nöfn biblíunnar á dauðanum. Sá sem deyr í Kristi bara sofnaður því hann verður vakinn aftur. Við skulum halda aðeins áfram að lesa. Þá sögðu lærisveinar hans: Herra, ef hann sofnaður batnar honum. En Jesús talaði dauða hans. Þeir héldu hins vegar að hann ætti við venjulegan svefn. Þá sagði Jesús þeim berum orðum: Lasarus dáinn, og yðar vegna fagnaði ég því að ég var þar ekki til þess að þér skyldu trúa, en förum nú til hans. Lasarus var dáinn, en það var bara kallað svefn, af því að Jesús gat vakið hann. Og Jesús, þegar hann kemur til Betaníu, þar sem að Lasarus var grefstraður, þá talar hann við systur Lasarusar fyrst, og síðan kemur þetta þekkta vers 25. Jesús mælti: Ég upprisan og lífið, sá sem trúir á mig mun lifa þótt hann deyi, og hver sem lifir og trúir á mig mun aldrei að eilífu deyja. Trúir þú þessu? Sá sem trúir á Krist, trúir á hann sem upprisan. Upprisan og lífið, og sá sem deyr í Kristi, í trúni á hann, mun lifa þótt hann deyi. Og sá sem lifir og trúir hann mun aldrei að eilífu deyja. Við flettum hérna aftur í Guðspjallið og við höfum með þessu svara spurningunni varðandi vers 37. Gat ekki þessi maður sem opnaði augu hins blinda einnig varnaði að þessi maður dæi? Jú, hann gat það, en hann gerði þetta viljandi. Hann hafði eitthvað sem hann ætlaði að sýna með dauða Lasarusar og með upprisu hans. Það var forsmekkur af því sem koma skildi seinna og því sem koma skildi til okkar. Loforðið upprisu okkar. En við höldum áfram. Jesús var hrærður mjög og fór til grafarinnar. Hún var hellir og steitt fyrir. Jesús segir: þá takist henni frá. Marta, systir Stána, segir við hann: Herra, það komið nálykt af honum, það komið á 4. dag. Af hverju komið nálykt af honum? Jú, vegna þess að hold Lasarusar var farið að rotna og farið að hverfa og hann var alveg steindauður. Hann var algjörlega dáinn. Bakteríur og kannski einhver skordýr og eitthvað fleira var byrjað að éta líkama hans og gera hann að engu. En þetta gat ekki stoppað Krist. Rotnun gat ekki stoppað hann. Ekki á 4. degi, jafnvel þó það verið 40. dagur eða 4. ár, hefði rotnun ekki getað stoppað Krist. Þótt við verðum greftruð og hverfum algjörlega jörðina, þá getur það ekki stoppað Krist. Eins sagt frá því í Opinberunarbókina þegar upprisa hina dauðu gerist, þá mun hafið skilað þeim sem hafa farist þar. Þeir sem hafa horfið ofan í vatnið og fiskarnir hafa étið hold þeirra. Hafið mun skilað þeim. Þeir munu rísa upp aftur. Ekkert getur stoppað Krist þegar hann reisir upp hina dauðu á síðasta degi. Svo 4 dagar hér, hvort það eru 40 eða 400 eða 4000 ár eða enn lengra, það skiptir engu máli. Þegar Kristur kallar, þá munum við rísa með líkamum okkar úr jörðinni. Og síðan kallar Jesú til Lasarusar að lokum. Lasarus kom út. Og það eru orð Krists sem kalla hann frá dauðanum til lífsins. Það eru orð Krists sem vekja Lasarus eftir 4 daga í gröfinni. Það er orðið sem skapar líf. Alveg eins og það var orðið sem skapaði heiminn, þá er það orð Krists sem skapar líf í hinum sem andlega dauður og það er orðið sem skapar líf hér í hinum sem bókstaflega dauður. Eins er það orð Krists sem gefur okkur trúna, orð Krists sem vekur okkur úr andlegum dauða og gerir okkur að börnum hans og fæðir okkur að nýju. Og á síðasta degi mun það vera orð Krists sem kallar okkur úr gröfum okkar til eilífs lífs, við sem höfum dáið í honum. Þetta er sem sagt Guðspjall sunnudagsins og ritningarlestrarnir
sem fylgja. Ég vona að þið eigið góðan sunnudag.